furða mig oft á því þegar ég tek eftir því að systir mín eiginkona og móðir en ekki ég. 10 gigabæta niðurhal fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími, tal. Svona á samband að vera. Páll Gíslason. Palli, ja, þið fóruð í Hólminn síðust umferð og gerðu góða ferð, kom heim í 3 stig, fyrst í 7 móti Víkingum. Var það ekki ljúft? Jó, það var virkilega sætt að vinna loksins í Ólafsvík. Við vissum að við varum að vera í erfiðan útileik gegn toppliðinu en jafnframt því töldu okkur með betra liður en þeir og það kom svo í ljós að við unnum að mínum til samfærandi sigur þar sem við reyndar hleyptum spennu í þetta síðustu 7 en klárlega vorum við sáttir með þessi 3 stig sem fengu þar. Nei, er það ekki bara líka gaman að hafa svona pínu spennu í lokin? Ég svo sem ekki rosalega gaman að það en það getur vel einhverjir hafa gaman að það sem að horfa á það gengur út á skemmtu líka en þeir sem eru spennufíklar fengu eitthvað fyrir sín snúð síðustu 7. Palli, svo að BÍ Bolungarvík á föstudaginn og það má alveg búast í hörkuleik þar. Já, ég meina við svo sem verið að leggja þetta upp svolítið þannig að hver leikur hjá okkur er úrslitað leikur ef við ætlum að fara upp og ná þessu takmarki sem settum okkur að vinna þessa deild og fara upp og það kom babb í bátinn hann að við töpum fyrir Víkingum heima, gerðum jafntefli í ÍR. Það eru stig sem við reiknum með að hafa í húsi en ekki missa, þannig að kannski hafa ekki margir reiknum með að vinna Ólafsvík úti og kannski misti okkur oftar úti en við erum svona nálgast það sem við lögum upp með að taka alla okkar heimaleiki og krækja svo í stig og útvöldum eins og við getum, þannig að eins og staðin núna og staðin í deildin þá er þetta bara jafn mikil leikur og að fara til Ólafsvíkur að fá lið sem í neðri hlut deildarinnar á heimavöll. Þetta er bara eins og úrslitaleikur fyrir okkur, hver leikur við þurfum 3 stig í öllum leikjum sem eru eftir, það er bara þannig líkur þetta fyrir núna. En einhvað séu þó að þeir séu í botnbaráttu þá eru við með hörkulið og þeir sýndu það þegar þeir sóttu á vestur í fyrirumfunni að þeir tóku vel á því. Já, við vorum bara stálheppnir að vera meira undir í hálfleik þar sem að þeir voru töluvert mikið sterkari en við í fyrri hálfleik en við náðum að snúa svolítið við og hann, Robin félag okkar skoraði þarna 2 mikilvæg mörk fyrir okkur sem að skila okkur 3 stigum og það var bara frábært en við vitum alveg að þeir eru með öflugt lið og hafa verið að styrkja sig líka eins og mörg lið í glugganum. Þeir hafa fengið 2 ef ekki 3 nýja leikmenn, sterka leikmenn, þannig að ég reikna með að þeir komi hingað og allir ekki að gefa okkur neitt frýtt, það er alveg deiljósar. En hvernig er svona staðan á hópnu fyrir leikinu móti Múlvi? Er einhverju skammarkróknum? Nei, það er engin skammarkróknum núna. Jó, það er að ljúga því. Það er Orri Hjaltalinn er í banni. Það er 1 í banni núna, 2 síðast og það verður sá 3 næst og svo 4. En þetta er bara eins og við reiknum með þetta myndi vera. Við erum mjög gjarnir á að fá spjöld eins og ég sett áður sanngjörn og ósangjörn. Það bara skiptir bara nákvæmlega engu máli þegar þau telja alveg svo mörkin og mörkin sem á má okkur. Og við hefum safnað svolítið mikið og það er held ég 6 eða 7 leikmenn og 3 gulum. Þannig að það verður svona hap og glappa held ég það sem þetta er. En þá reynir á breytina? Já, ég meina ég hef sagt það ég hef kannski verið á nýskur að nýta mér alla þessa breyti sem við teljum okkur hafa en þeir sem kom inn í síðasta leik stóðu sér vel og þeir sem voru í banni koma aftur inn núna og það er svo bara höfuðverkur minna vel í lið fyrir föstudaginn sem ég tel að muni landa 3 stigum. Það snýst þetta og ekkert annað, þetta er ekki hvorki er ég í keppni vinsælasta stúlkunni eða vinsælasta mannin, þannig að ég þarf bara að standa og falla með því sem ég vel og stundum á deilu það, eiginlega alltaf. Þannig að ég stend fram í því að þurfa að velja 11 manna byrjunarlið sem eru margir tilkallaðir, en það er jákvætt vandamál. Palli, bara ég segi gangi vel á föstudaginn. Kjærlega það. Svennilega Sjónsson. Svenni, það er stórleikur á föstudaginn. Bolungarvík, BÍ Bolungarvík kemur í heimsókn. Hvernig leist þetta verkefni í fyrirliða? Bara mjög vel sko. Búin að ná flottum úrslitum í síðustu 3 leikjum og þetta er svona slípast aðeins betur á okkur og vonandi bara byggja von á það. Þið sóttu 3 stig þegar ég heimsóttu þá vestur á vestri og í góðum sigri þar og má ekki búast því að þeir hyggi að hefna fyrir það tap hérna.
Jú, alveg örugglega. Þeir náttúrulega voru yfir lengi vel í þeim leik og hérna voru örugglega svekktir að fá ekkert út frá honum. En þetta verður bara eins og aðri leikir í deildinni held ég. Þetta er búin að vera allt saman tiltölulega jafnir leikir og miklu baráttuleikir og ég held að þessi verður bara svoleiðis líka. Þetta var dæmalegt góð ferð sem þið gerðu á Ólafsvík í síðustu umferð og sóttu þar sigur í fyrsta skipti. Var það ekki ansi ljúft og notalega ferð í rútunni heim? Jú, það var mjög notalegt. Það var virkilega sterkt vikingslið hérna í Ólafsvík og hérna. Þannig að það var bara frábært að ná 3 stigum þar. Þannig að það hefur ekkert verið neinn fíla í mönnu þá á heimleiðinni? Nei, það er óvægt að segja, ekki verið fíla í mönnu þá. En leist þið ekki bara velja á föstudaginn að fá Vestfirðingana hérna heim? Jó, það verður bara gaman og hérna, held sé ekki fyrst skipti sem þeir komið og spili hérna. Og hérna, en ég held að það verður bara ægilega gaman og hérna, við vonandi verðum ekkert ógjastrisni við þá. Já, nema bara svona eftirleik? Nema bara eftirleik. Takk fyrir og gangið vel. Takk fyrir kærlega.